Góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu. Það föstudagur, helgi framundan og það sem við ætlum að gera í kvöld það sem við hefum gert oft áður. Við höfum fengið hérna hagfræðingana 3, Guðrúnu Johnson, Óla Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason sem að mynda eins konar þjóðhagsráð Rauða borðsins. Þau hafa fyllt okkur eiginlega alla kreppuna og hérna það nú verið þannig að það hefur eiginlega borgað sig að hlusta á þessa þætti því að það sem hefur verið rætt hér hefur kannski tekið vikur og jafnvel mánuði að koma inn í en almenna umræðu. Þannig að ég hvet ykkur til að fylgjast með. Verðið velkomin öll sömul. Það er náttúrulega atburðirnir í Bandaríkjunum eru svo stórir að hérna mig langar eiginlega að byrja þar. Þeir hverfast utan hérna gríðarlegt óréttlæti sem að svartir Bandaríkjamenn búa við, minnihluti þar, nær 401 ár aftur í tímann. Guðrún, þú ert út í Bandaríkjunum, hægt að tala þetta við hagfræðinga? Er hagfræði þrælahalds og kúgunar, hagfræði rasisma? Já, kannski erum við bara svona sjálfhverfa, við teljum að rót þessa vanda og þessa slys sem átti sér stað í Minneapolis á rauninni hagrænar skýringar og í hagrænni sögu og byrjar í rauninni náttúrulega fyrir, þetta spannar kannski 400 ára sögu sem að hérna þó upphafið á hryllingnum, þar að segja á þrælahaldinu eða að losun þrælahalds byrjaði strax 1807, ef ég fæ bara að taka aðeins söguna fyrir. Áður en að ég kem inn á svona atburði dagsins í dag, fólk hefur kannski fylgst vel með og búið að halda úti mjög fínum fréttaflutninga held ég, allstaðar atburðina í Minneapolis, en hvers vegna rís svart fólk upp akkurat núna. Það er náttúrulega röð atvika sem hefur átt sér stað núna bara rétt undanfarið, en rótin af vandanum liggur í rauninni bara í þrælahaldi sem var lagt af árið 1860 eftir að Lincoln komst til valda loksins, en fram að þeim tíma var náttúrulega mikil átök milli þeirra sem áttu bæði venjulega fyrirtæki upp í norðurríki Bandaríkjanna sem voru að ryðja sér til rúms inn í iðnbyltinguna sjálfa og svo þrælahaldarana í suðurríkjunum. Það má kannski segja frá því að þrælaverslunin hún var lögð af formlega 1807, en það var ekki fyrir 1960 að þrælahald í Bandaríkjunum lagðist af. Og hvers vegna við horfum líka, það er kannski best að flokka ríki á milli landa sem voru með þræla og svo þrælaríkja. Og suðurríki Bandaríkjanna voru bara einfaldlega þrælaríki, það er að segja að stór partur af populationinu eða stór partur af þjóðinni eru þrælar. Og hér í suðurríkjunum, þar sem ég hef verið undanfarin ár, voru 33% af populationinu voru svartir þrælar. Það er að segja 8,7 milljónir hvítra á móti 4 milljónum svartra þræla. Og þegar Bandaríkin byggðust upp og landnemandi komu inn, slógu exinni á viðamikið land, þá var náttúrulega góssin land að hafa hérna í suðurríkjunum og eina leiðin til þess að rækta það var ýmist að eignast mörg börn sem gætu tínt bómull af lynginu eða að flytja inn þræla og það er það sem þeir gerðu. Upp í það að eignir á efnahagsreikningum, sameiginlegum efnahagsreikningi fólks í suðurríkjunum var 250% af landsframleiðslu var í formi þræla sem eignar. Aftur á móti í Bretlandi var þrælahald líka og þar náðu menn að settla þrælahaldið með þeim hætti að ná samningum við þrælahaldarana og gefa eftir eða gefa bætur til þrælahaldarana 5% af landsframleiðslu á þessum tíma. En hins vegar hér í suðurríkjunum var þetta eignastokkur, ef ég má sletta svolítið, var 250% af landsframleiðslu suðurríkjanna eða 100% af landsframleiðslu Bandaríkjanna eins og þau litu út á þeim tíma. Þannig að það var ekki að ræða að
færa bætur til þrælahaldaranna til þess að virða nú eignarréttinn, að þeir fengju bætur, til dæmis var nú umræðan það að færa þeim bætur í formi lands, þar að segja eftir því sem að Bandaríkin útvíkkuðu til vesturs, að þá var uppi sú umræða að þrælahaldarana fengju einfaldlega meira og meira land þá til vesturs. Það hefði orðið alveg geysilegt eignatilfærsla yfir á fáa aðila. Aldrei kom nú til álita að veita þrælunum neina bætur eftir að þeir voru frelsaðir. En þarna í rauninni liggur svolítið rót vandans. Það þurfti ekki stríð til þess að aflétta þrælahaldi í Bretlandi, einfaldlega var þetta settlað, eins og ég segi, með 5% af landsframleiðslu á þeim tíma, en það þurfti stríð til þess í Bandaríkjunum. Og heldur að þetta hafi haft afleiðingar að kynþáttamisrétti og rasismi í Bandaríkjunum hefði orðið minni ef að þetta hefði verið að finna svona fjárhagslega lausn á þessu? Þetta skiptir máli? Já, ég held að það hefði skipt gríðarlegu máli. Það hefði verið hægt að veita, nýta svona progressívan skatt á landeigendur og einfaldlega til þess að færa þrælunum bætur og auðvitað að miða alla stefnumótun stjórnvalda við það að jafna kjör svartra eftir þessu lauk. En málið var að misréttinu var viðhaldið í 100 ár eftir að þrælahaldi lýkur og aftur minni ég á það hvað sagan í rauninu stutt. Við bara daginn vorum að fagna því þegar stúdentar húfurnar voru að birtast á skjánum á Facebook að það væri 27 ár síðan við höfum orðið stúdentar og einn sagnfræðingurinn í hópnum sagði, já munið að þegar við fæddumst að það voru ekki nema 30 ár síðan að baráttunum Stalíngrad átti sér stað og okkur finnst nú ekkert voru langt síðan að við vorum handa með hvíta kollinn. Sama má segja þetta að aðskilnaðarstefnan í Bandaríkjunum, hún hélt alveg til að daga Martin Luther Kings og í rauninni ennþá vegna þess að sögulega séð hafa bara einfaldlega svartir ekki notið sama aðgangs að tækifærum eins og hvítir. Og við erum öll með þessa geysilegu neikvæðu bæjasa, bæði fyrir gefið gagnvart konum og svo þetta miklu frekar gagnvart svörtum. Og þetta bara misrétti sem að verður bara settlað með einhvers konar bótum, einhvers konar aðgerðum hins opinbera og auðvitað hugarfarsbreytingu sem að þarf að eiga sér stað. Það kemur stundum svona upp og til í Bandaríkjunum umræðum skaðabætur út af þrælahaldinu til afkomenda þræla. Þess að það að vera rænt og haldið í ánauð kynslóð eftir kynslóð og vera hreint svo út í fátækt sem eiginlega vonlaust að vinna sig upp úr inn í rasísku samfélagi. Það sé eigi að veita afkomendur viðfélaga, ég veit ekki hvað að kalla það, miskabætur, skaðabætur, eitthvað slíkt. Þetta raunhæft? Já, raunhæftur þetta. Ég held að Frakkar reyndar komu sér undan því að veita, þessi umræða kom upp bara á 9. áratugnum ef maður rétt, varðandi skaðabætur til Haítí-búa. Og aftur erum við sem að búum á Íslandi ekki svo voðalega vel inn í þessari þræla sögu allir saman því að nýlenduríkin voru þrælaríki, náttúrulega alltaf 90% af popúlasjónunum í þeim löndum voru þrælar. Örfárra innfluttra aðila frá Vestur-Evrópu sem hafðu slegið eign sinni á fólkið og landið og stýrt þar með harðri hendi. Þeir komust undan því Frakkarnir þegar þessi umræða kom upp, en hins vegar spurning hvað Bandaríkjamenn gera núna og sérstaklega í ljósi ástandsins sem ríkir og þess ákall sem hérna núna rétt fyrir kosningarnar. Það skildi ekki, ég ekkert voðalega bjartsýn á það að Bandaríkjamenn sjáu hag sínum í því að dreifa einni landsframleiðslu eða 100% landsframleiðslu til svartra með einhverjum hætti. Í rauninni það það sem að þyrfti til þess að bæturnar ferðust til svartra. Ólafur, hvað ert þú með hagfræði þrælahalds og lausn á því? Já, við getum allavega reynt að byrja á því að leyfa fólki að hafa
jöfn tækifæri. Það eitt af því stóra sem náttúrulega vandamálið í Bandaríkjunum að það kerfislægur rasismi. Hann kemur fram meðal annars í því að tækifæri fátækra yfir höfuð og það náttúrulega í rauninni bias en samt bjægin þá í rauninni til litaðra. Hann í rauninni kerfislega settur upp og það kannski einfaldasta og sem dæmi það það sem kallað redlining. Redlining eftir borgarastríðið sem endaði 65 ef maður rétt eða 66 eða 1865 í Bandaríkjunum. Þá byrjuðu yfirvöld borga og bæja hér og þar Bandaríkin að setja upp skipulagt hverfi. Þau sem sagt gerðu í rauninni rauð strik í kringum hverfin til þess að skilgreina þau. Og oft endaði það með því, annaðhvort viljandi eða óviljandi, að hverfi fátækra sem í langflestum tilvikum voru þá einfaldlega bara þrælar eða bara fólk sem hefði ef til vill í mörgum tilvikum bara rétt fengið frelsi. Það var sem sagt í rauninni skilgreint sem hverfi af borgaryfirvöldum. Og þessi skilgreining hverfa síðan notuð meðal annars af bankakerfinu til þess að gefa út íbúðalán. Og í mjög skömmu, sem sagt bara löngsaga stutt, þá var það þannig að ef þú varst í ríku hverfi, þá var auðveldara fyrir þig að fá lán og ef það auðveldara fyrir þig að fá lán, þá gastu viðhaldið fasteigninni betur og gast keypt fasteignir í viðkomandi hverfi líka. Þar með var auður og tekjur fólks í viðkomandi hverfi viðhaldið, viðskipti og hverfisbúðir og slíkt voru vinsælli þar og svo framvegis. Þannig að þetta vatt upp á sig. Og það eðlilegt. Það mjög þetta í rauninni bara hluti af því sem kallað innri hagvöxtur eða endogenous growth í rauninni hverfi. Og þá í rauninni það myndast sem sagt positive feedback í viðkomandi hverfi. En aftur á móti á hinum endanum, ef þú varst svo óheppinn að ef þú býrð í hverfi sem var skilgreint af bönkunum sem fátækt innan gæsalappa, þá erfiðara fyrir þig að fá lán, var í rauninni þróunin akkúrat þveröfugt með hitt hverfið. Það annað líka í bandaríska kerfinu, þar eru til dæmis fasteignaskattar notaðir til þess að fjármagna menntunarkerfið. Og ef þú ert með hátt húsnæðisverð í viðkomandi hverfi, þá eru skattarnir háir sem þýðir að fjármagnunin á hverfisskólanum mjög góð, sem þýðir að það nóg af peningum til þess að vera með góða kennara. Það fullt af svona additional activities fyrir þig. Þú getur verið með aðstoðarkennslu og svo framvegis. En það akkurat þveröfugt í fátækrahverfinu. Þar ertu með skóla sem eru ofsetnir. Það lítið af aðstoðarkennurum og svo framvegis. Og að lokum þá endar með því að þú færð ekki þá kennslu af sömu gæðum eins og þú færð ef þú elst upp í ríkahverfinu. Og ef þú færð ekki sömu kennslu á grunnskóla-levelinu þá erfiðara fyrir því að komast í hærri menntunarkerfi stigana líka, háskóla og slíkt. Og ef þú endar ekki þar þá erfiðara fyrir það að fá háa vinnu með háar tekjur og svo framvegis. Þannig að bara þessi einfalda dýnamík sem myndast við það eitt og það má fara aftur 150 ár til þess að sjá hvernig þetta í rauninni byrjaði og þróaðist. Og þannig að þó að aðskilnaðarstefnan hafi á borði endað miðja eða upp úr miðri 20. öld, þá aðskilnaðarstefnan þannig að séð ennþá byggð inn í kerfið. Fjármálakerfið vinnur á móti svörtum, ekkert síður en rasisminn eða stéttaskiptingin og röddkerfi sem að vinna á móti. Ekki bara svörtum, heldur bara í rauninni fátækum. En vandamálið að ef þú byrjar í fátækri stöðu, til dæmis strax eftir að þú færð frelsi, kannski 25, 30, 40 ára gamall, eftir borgarastíð, þar sem var bókstaflega að fara í stríð til þess að sjá til þess að það fengi frelsi,
Það náttúrulega erfiðara fyrir þið að vinna þið upp úr þeirri stöðu heldur en ekki og það vill svo til að augljóslega voru það þá svartir þrælar. En hvað kostar þetta Bandaríkin að vera með svona misrétti og halda niðri? Ég veit ekki hvort að þið hefur hlustað á Al Sharpton þar sem við héldum minningar orði yfir George Floyd í gær, þar sem hann sagði 401 ár að þá hafið þið verið með hnéð á hálsinum á okkur. Og við erum ekki að biðja neitt, við erum bara að biðja að takið hnéð á hálsinum á okkur svo við getum ríðið sig upp og verið þeir manneski sem við viljum verða. Hvað kostar þetta Bandaríkin að halda svona stórum hluta íbúanna raunverulega niðri? Er þetta ekki vannýtt, það tala mannauðs, er þetta ekki vannýtt auðlind, Ásgeir Brynjar? Jú, það er það. Þetta er ótrúlega sóun, þetta er ekki bara sóun. Jú, mjög mikil sóun og það er nú þessuna sem að kannski norræna velferðarmódelið og evrópska menntakerfið og heilbrigðiskerfið hefur verið að fá svona að komast aftur í tísku en hins vegar vandinn er sá að þessi með þennan blessaða mannauð að hann er ekki skráður inn á efnahagsreikningana. Þannig að hann er svolítið ekki svo þrælandir áður sem voru 2,5-föld landsframleiðsla sem er svona ívið meira en lífeyrissjóðirnir. Já, og það er ágætt að minna á það til Guðrún myndist líka á Bretland, sko, ég hef skoðað það meira þar, ég þekki ekki svo mikið til Bandaríkjanna, en þeir voru út af þessum bótum til eigandana, því þetta var ekki bara eign á efnahagsreikningum, heldur gátu menn fengið lán og settað veði eignina sína sem sagt í þrælum. Þannig að þetta blandast inn í gjaldþrotalög og sem sagt, er áhugavert að skoða út frá lögfræðilegri sögu, en þeir voru Bretar bara held ég fyrir 4-5 árum að borga upp ríkisskuldabréfið sem var gefið út til að greiða þessar bætur til þrælaeigandana. Og það er 5% var litli kostnaðurinn þar, sem er álíka á bankakreppan í Svíþjóð var, 5% af landsframleiðslu, þannig að það settum menn á rúmlega 100 ára skuldabréf og kláruðu það 2016 held ég. Bara til þess að kýla tölunum hérna inn í að sko 5% af landsframleiðslu Bretlands eru 100 milljarðar evra og það voru 3.000 þrælaeigendur sem fengu bætur, þar að segja hver og einn þeirra fékk 30 milljónir evra. Fyrir hversu marga þræla veit ég ekki, en þetta eru verulegar upphæðir sem voru færðar og Bretar eru það bara nýbúnir að borga. Já, af því að þetta var eignarréttarbundið og þegar þú upprætir eignarrétt þá þarftu að samkvæmt stjórnarskráni þar að borga bætur fyrir það. Það er reyndar sko, það er náttúrulega bara svona lagalegt regime sem að við höldum á lofti, það er að segja þessi mantra með eignarrétturinn sé heilagur og hann var mjög sterk mantra á sínu tíma sem er reyndar relevant inn í okkar litla hagkerfi á Íslandi þar sem að meðal annars eignarrétturinn er skilgreindur hjá þjóðinni gagnvart auðlindum hafsins en það er nú önnur umræða. Þú ert svona í að því að það hafi ekki verið algjörlega svona það mismæli Ásgeirs sem hann sagði kvóta eigendur í staði fyrir þræla eigendur. Það er ekki alveg lausulóttu gripið að finna einhvern skyldleika þarna með stöðu þjóðarinnar gagnvart tilteknum hópum auðfólks. Þú veit, svona Freudian slip, eins og þau segja á fagmáli. Herðu, en segðu mér, nú er bara 10-11 vikur síðan að við settumst þetta niður að glíma við það. Hvaða áhrif hefur svona hálf miðaldarleg farsótt á samfélagið og hagkerfið? Og svo höfum við verið að fylgjast með merkjum dýpri efnahagslægðar og sneggri heldur en að nokkurt ykkar hefur séð og nokkur bara lifandi manneskja og erfitt að finna dæmum í sögunni. Ég held að Ásgeir Brynjar hafði 300 ár, bara 300 ár tilbaka, hafði haft það eftir Englandsbanka eða eitthvað slíkt, þannig við höfum haft það. Og við lifum bandaríska öld og Bandaríki skipta gríðarlegu máli og þar er tónninn oft gefinn sem hefur áhrif á önnur lönd. Og ofan á þetta, miðaldarlega kreppu, bara efnahagslægð sem er annarra tegundar heldur við þekkjum í svona nútíma sögu, þá bætist við eiginlega uppreisn í öllum borgum Bandaríkjanna, þar sem er bara eiginlega upplausn í gangi í samfélagi. Og þá þurfum þau að svara því, hvaða áhrif hefur þetta ástand á götum Bandaríkjanna á efnahaginn?
Sko, ég gef Ameríku búanum tíma til að hugsa og svara varðandi Ameríku. Ég held að bara sko almennt að þá held ég sko ástæðan fyrir því að ég hef sagt þetta hjá þér áður og fyrir löngu og meira segja fyrir COVID sagði ég einhverjum viðtölum að IMF, OECD, þessar alþjóðlegu stofnanir voru búin að vera að tala inclusive growth, sem sagt svona umhyggju saman vöxt í nokkur ár eftir að menn svona voru búin að gera upp hrunið 2006 og eftir á krísurnar, skuldakreppunni í Evrópu og þess að þá sáum menn einfaldlega Piketty bókin spilar þann inn í sem sýnir fram á ójöfnuðinn að menn sá einfaldlega að það var að vaxa hætta á uppþotum og miklum ég ekki að segja menn að við séð fyrir það sem er gerast í Bandaríkjunum núna en menn voru uggandi á mörgum stöðum. Áður en COVID kemur og áður en að morðið á George Floyd kemur. Og svo menn að tilefnið var þegar komið. Já, og það sem að COVID gerir það afhjúpar bara vandan sem að var til staðar en komst ekki upp á yfirborðið og ég bendi á sko tölurnar smit eru ennþá að vaxa í heiminum. Við bara fáum ekki eins mikið að fréttum frá Suður-Ameríku og Afríku. Þannig að sko, bara því að við erum komin út úr þessu og erum farin að geta farið út í vorið og sumarfríið þá kemst allavega í fréttunar hér upp á Bandaríkjunum. En það komast ekki einu sinni í fréttunar mikilvægar upplýsingar aðrar því að þetta yfirtekur allt. Sko. Ég meina það var en sem sagt, þetta náttúrulega mjög léleg nýting á ekki bara mannauðinum heldur þetta getur lamað hagkerfið að vera í svona uppþota ástandi og hvað lengi það verður og svo náttúrulega ef að menn fara alla leið að beita hervaldi á móti almenningi þá náttúrulega mjög stutt í að við séum farin að sjá svona borgarstríð sko. Og það eins og við nefndum hér fyrir nokkrum vikum sko, hættun á einhvers konar upplausn Bandaríkjanna, hún bara orðin meiri og það lýsir bara henni róttæk og óvissu á öllum sviðum af því að hagkerfið bara einn partur af þessu. Ég held að þessi bara, ég tek bara undir þessa greiningu sko, það þegar að verður svona mikil félagslegt óréttlæti og mikil óhóflegur ójöfnuður eins og raunin hefur orðið núna og Bandaríkin núna eru á sama stað og Evrópa var fyrir stríð sem var meðal annars háð, ég myndi segja sko flest stríð eru háð vegna efnahagslegra hagsmuna eða hagsmuna af einhverju tagi sem vanalega eru efnahagslegir. Ekki til þess að þrælastríð Bandaríkjanna hefur verið málað sem stríð, svona móralst stríð yfir óréttlæti þess að þræla eða slá eign sinni yfir annan mann, það var ekki þess vegna. Heldur var þetta efnahagslegt úrræði sem í rauninni var ekki hægt að leysa með öðrum hætti eins og við lýstum á áðan. En núna eru sem sagt ójöfnuður í Bandaríkjunum ofan á þetta þennan félagslega ójöfnuð sem svartir hafa þurft að kljást við í allar þessar götur í rauninni. Orðin á þann veg að við sem manneskjur, við einfaldlega brjótumst gegn slíku. Það bara eins og það sé innbyggt í mannin og við getum hort á, maðurinn minn búin að vara mig við því að tala rannsóknir á bonobos og chimpanzees en ég held að hagfræðingar geta lært bara heilmikið af þessum rannsóknum, hvernig þessi nánasti frændi okkar haga sér. En áður en ég fer út í það, þá þessi sko ójöfnuður í Bandaríkjunum sem orðin þetta mikill, að þá hættan sú einmitt að það verði einfaldlega að það gjósi upp og þá verður bara einfaldlega eignabruni sem á sér stað og hann þegar byrjaður í Bandaríkjunum ef að heldur áfram sem horfir. Nú hafa reyndar svona gripdeildir sem að hreiðra sig þegar að upplesta á sér stað, þá nýta einhverjir örfáir sér tækifæri til þess að skara eldaður í eigin köku og bæði auka á upplestuna og líka til þess að hagnast sjálfur bara til skamms tíma. En það hinn raunverulegi kostnaður af þessu félagsauð sem í rauninni á skornum skammti og
já, það hættan. En skemmdirnar og gripdeildirnar ekki svo miklar að það einhvern veginn vikt í svona stóra samhenginu í hagkerfinu. Engin annar skaði af svona upplausn og átökum í samfélaginu? Já, þetta er líka spurning sko, ertu með confidence almennt í hagkerfinu sjálfu. Og sko það hagkerfið ekki undir einhverjum náttúrulegum kröftum, það ekki einhverjum náttúrulegi kraftar sem stýra því, eins og einhver svona fræðileg kerfi eða slíkt. Það sálfræðin á bakvið. Og hlutið af sálfræði meðal annars það hvort að þú hafir trú á það að ástandi muni verða betra. Og sko brothætta eða fragility, brothætta kerfisins var að aukast og það var það sem Ásgeir var að benda á, IMF og OECD og svo framvegis voru að benda á það að það aukin brothætta í kerfinu en það ekki þar með sagt að það muni brotna. En að lokum þá mun það vera þannig að það þarf ekki mikinn svona atburð til þess að ýta slíku kerfi í rauninni fram af brúninni. Ef þú ert ekki með mikinn viðnámsþrótt eða sanngirni jafnvel í kerfinu þá náttúrulega mjög auðvelt að sjá að það hægt að það síður upp úr slíku. Og akkurat núna, sko, eftir COVID, og COVID var þá þegar byrjað að vera þá þegar byrjað að koma sko upplausn í politískt séð í varðandi COVID í Bandaríkjunum, meðal annars vegna þess að hagkerfið þar ekki byggt til þess að geta tekist á við áfall eins og COVID. Evrópa fór bara strax í það, núna fá bara allir hlutabætur og við bara reddum þessu. Og ríkissjóður, hann bara tekur þetta á sig og við bara, það fara allir heim og það bíða allir eftir því að vírusinn, hann farin úr innan samfélaginu og svo förum við bara tilbaka og við bara finnum út úr þessu. En í Bandaríkjunum var strax farið í það að, það bara allir reknir og atvinnuleysisbætur eru skít og kanill og augljóslega þá síður upp og það meiri reiði sem í rauninni ólgar undir slíku kerfi og svo í rauninni þessi hræðilegir atburður sem morðið á George Floyd var að eins oft og það gerist því miður að lögreglan í Bandaríkjunum með ofbeldi á móti hvítum og svörtum og bara öllum í rauninni hvernig sem þú lítur á það. Einhver svörtum. Já, sérstaklega svörtum. Þá endar það með því að þessi atburður einfaldlega hann neistinn sem kveikir í púðutunum. Ég kíkti á Dow Jones og hún bara, sú vísitala stendur svo ágætlega, hún búin að vera hækkandi undanfarið mánuð, hún féll þarna, ég man ekki, hvað var 22-23% þarna, mjög fljótlega frá lokum febrúar, niður í dýpstu lægð á bara örfáum dögum innan við viku held ég. Ég held að sé bara 7% lækkun sem eftir að þessu, með sama áframhaldið þá voru Dow Jones bara komin í gott lag á 17. júní. Enda steig bandaríski Seðlabankinn inn í ölduna eins fljótt og hann gat og mun ákveðnari heldur en gerði 2008. Og sko seðlabankar eru bókstaflega stofnaðir til þess að viðhalda eignaverði. En þeir geta lítið gert fyrir hinn almenna borgara innan gesalappa annað heldur en að viðhalda eignaverði og reyna að viðhalda einhvers konar trú á hagkerfið, confidence í almennt. En seðlabankar geta ekki búið til laun og tekjur og slíkt sem hinn almenni borgari mun meira háður heldur en það að eignaverði sé haldið uppi. Það eru laun og tekjur sem koma sérstaklega frá því að það sé almennilega spýtt í lófana hjá ríkissjóði sem setur einhvers konar tekjur inn í hagkerfið á einhvern hátt, hvernig sem það gert, hvort það sé með atvinnuleysisbótum, hlutabótaleið, opinberu fjárfestingum eða hvað annað. Þetta eitthvað skrítið satt við þetta. Þú talar þetta sé sálfræðilegt og kannski beini ég spurningur bara til Ásgeirs að þetta sé sálfræðilegt og vísitölur, hlutabréfavísitölur svona mælikvarði á sálfræðilega væntingar þeirra sem eiga peninga til þess að fjárfesta í hlutabréfum, þeim sem eiga eignir
Og það bara stígandi bjartsýni þar á meðan að sko götur borganna í Bandaríkjunum loga af óeirðum og kraumandi tilfinningu fyrir óréttlæti og viðurkenningu fjöldans fyrir kerfisbundnu óréttlæti sem ekki hægt að líða sko stundinni lengur. Þá fer bara vísitalan á hlutabréfamarkaðnum bara hægt að róla upp. Já, sko, einn punktur sem ég vildi bæta við sem Ólafur var að segja líka, sko, að bandaríski seðlabankinn með markmið hámarksatvinnu líka, sem reyndar ekkert margir seðlabankar með, en það alveg hægt að hafa það með. Varðandi hlutabréfavísitölur, ég hætti nú að fylgjast sérstaklega mikið með þeim svona aldamótin, en sko, þær sveiflast. Við erum með forseta í Bandaríkjunum sem horfir bara á það. Já, og eftir eftir að hann var kosinn, að þá ruku upp hlutabréf í fyrirtæki sem áttu einkarekin fangelsi. Þannig að þannig virkar hlutabréfamarkaðurinn, af því ég bara segja frá staðreyndum, sko. Þetta engin og hlutabréfamarkaðurinn getur séð einhver tækifæri úr merkjunum, en það náttúrulega aðallega eins og Ólafur segir, sko, inngrip seðlabankana. Það tóku engir eftir því, sko, að Evrópski seðlabanki núna í gær bætti við 600 milljörðum evra í kauppakkann sinn, sem var sko 750 milljarðar, fór upp í 1350 milljarðar í gær, og þetta svona náði varla inn á fyrirsagnarlistana. Má ég spyrja, hvert fara þeir peningar? Þeir fara náttúrulega í að halda uppi eignaverði og gangandi atvinnulífi. Þannig að það í þeirri von að það skapi störf og haldi hagkerfinu gangandi. En þetta bara, held ég, það sem að skýrir í raun og veru mögulega af hverju hlutabréfavísitölunar að fara upp. Það Kannski bara að bæta í þetta, sko, að við erum aðeins að skoða hvernig hlutabréfavísitalan er samansett, hvaða fyrirtæki eru þarna bakvið. Undanfarið 20 ár hefur í rauninni þróunin verið svo að færri og færri fyrirtæki hafa verið að skrá sig á markað, og þessi stóru Dow Jones og þessi stóru fyrirtæki sem eru í þeirri vísitölu og S&P 500, þetta eru náttúrulega þau fyrirtæki sem hafa gengið ágætlega í þessari kreppu. Þannig að þau endurspegla þetta ekki góðu mælikvarði á efnahagslífið þverskurðin á því. Því þeir sleppa þetta litlu fyrirtækjunum og mom and pop store og þetta sem er svona á aðalgötunum Main Street eins og það kalla það. Heldur þetta Google og Apple og núna Zoom komið í sko 50 milljarða dollara án ábyrgðar. Ég bara skautaði yfir þetta í morgun í fyrirsögnunum, en þannig að sko, þeir sem eru á Wall Street virðast hafa trú á því að til lengri tíma forward looking, þar að segja að hlutabréfaverð á að vera verðlegt til framtíðar og núvirða greiðsluflæði framtíðarinnar til dagsins í dag og það endurspegla verðið. Þannig að markaðsaðilar hafa trú á því að Bandaríkjamenn og Seðlabankinn nái tökum og að vöxtur komi upp á ný, jafnvel þó að verði hugsanlega ekki næstu misserinn, og þannig að þá eru þeir hugsanlega að spá svona vaff eða jafnvel þó þessi svona þröngt laga ef heldur sem horfir með til dæmis atvinnuleysi sem ég tel að sé nú litla líkur til að þá þar að segja að það minnki svona hratt áfram að þá erum við að horfa á þessa vaff viðsnúning, en við eigum eftir að sjá hvernig neytandinn bregst við ef uppsöfnuð þörf fyrir þeir sem hafa misst tekjur, þeir eru á atvinnuleysisbótum út ákveðin tíma. Eftir ágúst berast ekki sömu upphæðir inn á heimilin, og það líka við á Íslandi að ágúst eða september aftur án ábyrgð hvort það var ágúst eða september þá hætta greiðslur tekjutengdra atvinnuleysisbóta. Og hvað ætla menn að gera þá? Ásgeir, ég verð að spyrja þig að þessu. Við erum vísað til þess að atvinnuleysi hafi minnkað í Bandaríkjunum í maí. Það var tölunar í apríl voru mann ekki 14,6 og núna er það 13,7 eða eitthvað.
það var reiknað með að væri 19% og það var eiginlega forsenda fyrir því að þessu spádómi niðursveiflu. Núna kemur allt í einu flestum á óvart miklu minna skráð atvinnuleysi í Bandaríkjunum heldur en reiknað var með. Hvað, eru tölurnar vitlausar eða var spáin þín vitlaus? Ég var nú ekkert að spá, ég bara var svona að lesa úr tölunum sem komu og það komu tölur í gær 1,5 milljón sem bættist við í síðustu viku og manni finnst það að vera minna því að það voru 3 milljónir á viku áður en síðan þetta einmitt dæmi ef að væntingar markaðarins voru 19% þá eru menn rosa glaðir að það sé bara 13,6% og ég algjörlega sammála mati Guðrúnar, ég vona að ég hafi rangt fyrir mér. Ég vil ekkert vera einhver svartakaldur dómadags spámaður. Ég bara verð glaðastur allra ef áhyggjur mínar reynast of metnar. En ég held að þetta, ég ekki búin að greina en þetta getur haft ýmiss konar skýringar, jafnvel bara það að ef að nógu margir trúa því að þetta sé vaff, að þá ráða menn til dæmis aftur og menn reikna með bæði í væntingum, vísitölum og í svona ráðningum sem þá tímabundnar og svo þurfum við bara að fikra okkur áfram og bíða eins og sjá. Róttæka óvissan alls ekki búin og ég ennþá jafnharður og fyrir 2 vikum og 7 vikum og 9 vikum á að þetta sé alls ekki vaff laga skellur sem við erum að koma út úr. En vonandi verður þetta ekki eins alvarlegt og ég hef ágjör af en ég held að það eigi eftir að taka langan tíma að vinna sig út úr þessu og ég hræddur að atvinnuleysi verði mikið og lengi og 13,6% atvinnuleysi gífurlega mikið atvinnuleysi. Það líka eitt í þessu sem við helst ekki að gleyma, meðal annars vegna þess að fólk núna réttilega að mótmæla lögregluofbeldi í Bandaríkjunum og kemur það saman, en því miður ein afleiðingin af því að hættan af smiti, hún fer upp. Þannig að eftir kannski 2-3 vikur eða svo þá munum við vonandi ekki, en ef til vill sjáum við aukningu í smiti aftur í COVID í Bandaríkjunum. Geti komið svona önnur bylgja þar. Því miður, já. Herðu, þá skulum við snúa okkur til Íslands. Það einn skemmtilegasta frétt vikunar. Það var ræða Gylfa Zoëga á fundi Háskólans COVID. Þar sem hann andmælti tillögum ríkisstjórnarinnar að ýta undir straum ferðamanna til Íslands með því að mæla fólk á Keflavíkurflugvelli, taka sýni þar. Og hann sagði að á móti svona væntingum það að þetta gæti leitt til þess að það kæmi hér inn einhverjar krónur og einhverju dollarar með örlitlum ferðamannastraum í sumar væri ómældi lífsgæði sem væri fólkinu í því að fá að lifa og starfa í smitlausu samfélagi sem við hefðum. Það væri lítið sem ekkert smitt hér eftir og bara vonum að það gæti dáið út. Ástand sem allar þjóðir í heiminum frá og vera stefna að og við höfum þetta og því væri fórnað raunverulega fyrir eins og hann lýsti þessu með tiltölulega veika vonum bata inn í svona bæklaða atvinnugrein sem ferðaþjónustan er. Já, og hún var orðin bækluð í fyrra. Já. Hvað segirðu það? Og ekkert kannski það er kannski ekki rétt orðfæri heldur, hún var búin að vaxa allt of mikið, allt of hratt, allt of lengi. Og svo þegar eitt flugfélag fer á hausinn þá verður ákveðin leiðrétting en það er samt búið að vera að fjárfesta að öllum líkindum of mikið og bara algjörlega svona svolítið hefðbundið eins og gerist í bólum og kannski svolítið hefðbundið eins og gerist á Íslandi þegar það kemur ný fiskitegund makríll þá förum við og reynum að veiða eins mikið af honum og við getum. Sænskir vinir mínir voru ekkert glaðir því það var fall á
veiðanlega æta makrílnum í Skagerrak og Kattegat af því Íslendingarnir fóru út og sópuðu upp óætum, offeitum makríl til að gera fóður út. Þannig að þetta svona vertíðar eyjaskeggja viðhorfið og svo kemur þegar túristanna eins og einn fiskitegund bara og við viljum fá sem mest. En varðandi lífsgæðin sem hann að benda á, að fá að lifa og starfa í smitlausu samfélagi, sem að hefur raunverulega ekki, það sem var svo kostulegt við þetta, því að fram að þeim tíma þá var eins og væri þjóðarsátt það að við ættum bara að reyna að opna sig fyrst til þess að bjarga ferðaþjónustunni, svo leið og hann nefnar þetta, þá allt innu nefnir hann raunverulega eitthvað sem að kannski flestum finnst raunverulega vera miklu meiri lífsgæði heldur en það. Og þegar ég var að tala bæklu fyrirtæki, þá átti ég bara við að það hefur kannski fyrirtæki sem eru smíðuð utan að vera með 200.000 ferðamenn og kannski ekki raun eftir að vera nema 40 og það er meina hvernig verður reksturinn og slíku batteri. Ég var ekki að meina að það væri eitthvað sko bækluð á illanhátt. Guðrún, hvað segirðu með þessi lífsgæði sem að Gylfi bendir á? Já, ég held að það hefur bara mjög þörf hugvekja sem að Gylfi stóð fyrir í vikunni og aftur getum við rauninni borið saman Bandaríkin og Ísland og hvernig íslensk heilbrigðisstjórnvöld brugðust við krísunni versus þau sem eru í Bandaríkjunum. Í rauninni ná íslensk stjórnvöld algjörlega utanum málið og með því að koma með og þó með mildilegum aðgerðum notabene. Í rauninni loka allum skólar ekki á þessu tímabili á Íslandi. Fólk getur á þess að hitta fleiri en 10 en menn geta þó aðeins hist. Þeir fara á rótir á milli vinnustaða eða eru heima halvan daginn og heima hjá sér og í vinnunni hinn helminginn. En hér í Bandaríkjunum hefur verið í rauninni sóttkví á öllum, allstaðar, frá skólabörnum upp í skrifstofublekur. Og þetta ástand hefur í rauninni ekkert skánað og notabene eftir þessa 2,5 mánuð þá er faraldurinn í hámarki þrátt fyrir þessi boð og bönn og það segir manni að þannig að við íbúar hér erum bara eins og í stofufangelsi. Við komumst ekki, við getum ekki haldið partí, getum ekki haldið upp á afmæli, getum ekki hist, við förum ekki til vinnu, við förum hrætt út í búð og á tímabili var, ég sá að skemmtilegur Seth Meyers, það var Stephen Colbert sem sagði munið þegar hann var að vísa til þess að ógnar ástand á götum úti núna, að þá vísa hann til þess að það var nú góður tími þegar voru hrættið að fara út í búð að sækja vörur og þurfa að þrífa þær allar þegar við komum heim. En sem sagt að punkturinn hjá Gylfa var sá, það er gríðarlegur félagssjóður sem fengið niður í því að geta umgangengist annað fólk eðlilega. Og hann er umtalsverður, bara það að unglingar get ekki hist og börn get ekki leikið. Ég veit að það er meðal annars finnum að fyrir því okkar samfélagi hér að börnin eru löngu hætt að hittast á Zoom, þau eru algjörlega zoomed out, það er mér svo komin sögn yfir þetta. Þannig að ég held að menn þurfa að hugsa vandlega og ef til óráð að opna nema það bara með þröngum skilyrðum og þá eru allir hagfræðingar sammála því meðal annars að kostnaðurinn af því að prófa að testa náttúrulega að liggja hjá þeim sem að tekur ákvörðun að ferðast, ekki hjá skattborgurum Íslands. Þessi Ólafur, hvernig lítur þetta út fyrir þér? Þessi verðmæti þess að lifa og starfa núna í sumar í smitlausu samfélagi. Allar atvinnugreinar sem ekki eru háðar túristandi komi eru bara eðlilega ástandi, ekkert vandamál. Nema vantar eitthvað túrista. Á samlega því að vera að teygja sig eftir þessum krónum sem að túristandi gæti komið með og Íslendingarnir náttúrulega kannski eyða öðru eins í útlöndum ef þeir fara að ferðast. Því að þá verðum maður líklega að reikna með því hver ávinningurinn af því að umfram meðsla túristanna heima á móti því sem Íslendingar eyða í útlöndum að teygja sig eftir þessu. Gylfi sagði eitthvað svona, ef ekki bara bíða hundur í haust, svona eins og lægja ekkert á. Það fer ekkert. Nei, þetta er alveg rétt hjá Gylfa að það er Svo náttúrulega það merkilegast og ekki merkilegast að það mikilvægast að það er ekki hægt að setja peningalegt virði á það að geta
til dæmis sent krakkarna sína út að leika eða slíkt. Það er ekki beðið verðmiða og slíku. Það er eitt, og náttúrulega þetta er mjög valid punktur hjá honum. Náttúrulega sérstaklega ef við ætlum aðalega að hugsa þetta sem einhvers konar, förum varlega út í vatnið, dýfum, við þurfum ekki að hoppa út í laugina, þannig að séð. Þó að við ætlum kannski að hoppa út í laugina ekkert seinna, það er að segja þegar smitt allstaðar í heiminum allan að komin niður á það stig að við erum ekki hrædd það að þurfa að mæla fólk eða sem sagt að testa hvort að einhvern sé smittaður eða ekki. En náttúrulega gallinn við þetta líka sá og hann mennist á það sjálfur. Þú verður að koma með eitthvað í staðinn. Þetta er ungt fólk, þetta eru láglaunahópar á stórum hluta, þetta eru innflytjendur, þetta er ungt fólk, þetta er fólk sem ekki með mikla menntun og svo framvegis, sem að missa í stóran hluta af sínum tekjum, kannski við sumarið. Og það náttúrulega erfitt fyrir þá viðkomandi fólk að finna sér einhverja vinnu. En það sem í rauninni hægt að gera fyrir þetta að það hægt að vera með atvinnu framboðsprógram allavega út sumarið sem dæmi. Og það fullt af hlutum sem við þurfum að gera bara sem dæmi og innan slíks prógrams, það er job guarantee. Og það bara hægt að tala það sem dæmi, það hægt að sjá landbætur og það hægt að setja upp aukna endurvinnslu og það hægt að byrja prógram á því að fara með orkuskiptin í gegn og svo framvegis. Þannig að þetta er alveg hárrétt hjá honum að það er hægt að alveg örugglega ræða þetta, en eins og hann bendir á sjálfur, ef við ætlum að fresta þessu, þá verðum við að sjá til þess að þetta fólk hafi eitthvað annað að gera. Og það er ekki neinn annar sem mun fjármagna þetta eitthvað annað heldur en ríkissjóður. Getur þetta verið bara svona skortur á ímyndunarafli að geta ekki séð fyrir sig Ísland án túrisma, bara óhugsandi og við verðum bara að koma túrisman í gang. Og svo ef við leyfum okkur að hugsa það, að við séum bara meira og minna án túrisma næsta hálfa árið, kannski heila árið og vinnum í því, búin til annars konar atvinnu eins og Ólafur að nefna, að þá það kannski ekkert svo hrollagjandi mynd. Nei, ég held að það sé alveg rétt og sko ég held að þetta mótist bæði af skorti á hugmyndaauki og bara mögulega hagsmunum og þrýstihópum eða lobbyistum sem að hvetja til þess að þetta sé í pakkanum. En ég algjörlega sammála Ólafi að maður sko ég held að allir alveg eins og við höfðum alveg svolítið gott af því að hægja aðeins á hagkerfinu þó það hafi verið full mikið og full lengi, að þá það líka bara gott til að sjá hvað gerist ef maður stoppar bílana og flugvélarnar fyrir mengunina og sjá að það hægt að gera það út af loftslagsvánni. Alveg eins held ég að það sé bæði hægt að sjá fyrir sér bara Íslandinga fá að skoða landið án þess að það sé rosalega þröngt á þingi með fullt útlendingum. Sonur minn var að fara í tjaldútlegu norður og það var eiginlega bara jafn ódýrt fyrir hópinn að leigja sér litla Airbnb íbúð á Dalvík heldur en að taka tjaldstæði fyrir alla. Þannig og það sem Ólafur sagði að því ég er að fara í sveitina að planta trjám sko, að það verið að úthlýta úr skógræktarsjóðnum en svo reyndar girðingasjóðurinn tómur. Þannig að ég myndi halda að það væri mjög hollt fyrir mjög marga háskólanum að fara að girða og planta trjám hvort sem þeir eru í líffræði eða hagfræði sko. Það var líka sem dæmi varðandi innflytjenduna, sem dæmi þá mjög auðvelt og augljóst ef við viljum að þetta fólk sé hluti af íslensku samfélagi, þá eigum við einfaldlega að sjá til þess að það fá íslensku menntun í sumar. Nákvæmlega og sko, þetta svolítið vandi með kerfin, að því kerfin viðhalda alltaf sjálfum sér. Og kerfin passa fyrir fyrirtæki og reyndar fyrir launafólk. En að því að skrifstofa með svona hönnunarfólki og arkitektum og þessum og það búið að vera úthluta núna í vikunni úr listsjóði hjá borginni og hönnunarsjóði, svona auka fjárveitingar, auka átak í hönnunarsjóði 50 milljónir. 50 milljónir, það var álíka á einhver starfslokasamningu fyrir einhvern lögreglustjóra, en það var auka fjárveitingin í hönnunarsjóð og það voru umsóknir upp á 520 milljónir.
hugsið ykkur sóunina á sko mannauðnum sem fer í allar þessar umsóknir þegar að Þjóðverjar settu bara alla starfandi listamenn á laun sem voru hærri en atvinnuleysisbætur. Sko, ég held að það hafi verið 750 eða 1500 milljónir í listasjóðunum hjá borginni og það voru 30 milljónir til úthlutana. Þetta algjörlega galin hlutföll og allflestar umsóknirna mjög góðar því það eru allir skapandi listamenn og hönnuðir með miklu minna að gera og elta hins vegar smápeninga í samanburði við hvað eitthvað skönnunarapparat fyrir einhverja útlendinga sem við vitum ekki einu sinni hvort að vilji koma yfir höfuð og þeir viti ekki sjálfur hvort þeir vilji koma af því að þeir viti ekki hvað það kostar að koma til Íslands eða hvort það verður flug eða hvort þeir þurfi sjálfur að borga sínið ekki. Á vini í Sviss rétt hjá Ólafi og nágranninn átti flug í júlí til Íslands og ég alltaf að senda henni fréttir þegar eitthvað fyrir nágrannana. Þegar það á að opna, kannski ætla ríkið að borga, kannski eiga þau að borga. Það er róttæk óvissa í bókunarkerfunum eins og í hagkerfinu öllu. En Guðrún, þú ætlar að fá að bæta við? Ég vil bara bæta við þetta sko. Það er mikil óvissa, en hvað gerir maður undir óvissu? Það sem að Gylfi var líka að kalla eftir var að það yrði sett á stofn einhvers konar óháð hagfræðingaráð til þess að veita almenningi upplýsingar. Við erum búin að því hérna við Rauða borðið, það er störfum. Nei, ég hef ekki fengið krónu greidda fyrir þetta og ég hef ekki lagt mig í það að fara að reikna út hluti sem maður þá klæjar í fingurna að gera. Til dæmis, eins og hvað kostar það raunverulega að opna hagkerfið, fá aftur yfir sig COVID-dífuna, hversu mikill ávinningur fæst af því og hverju til fórnað. Ég meina, Bandaríkjamenn verða með þarna COVID-hlem á sér þangað til að einfaldlega að það kemur lyf gegn veirunni. Því að ekki náðu neinum tökum á þessu í gegnum lýðheilsukerfið sitt eða heilbrigðiskerfið. Þannig að það sem að kannski skortir hérna á er að íslenski stjórnmálamenn verða að fara að láta að þessu að láta brjóstvitið ráða öllu og ráða ákvörðunum sínum og fela sérfróðum aðilum að í það minnst að aflétta þeirri óvissu að reikna sér niður á það hvað kostnaður, hver er kostnaðurinn og hver er ábatinn á hverju einu sem þeir taka ákvörðun og sjaldan hefur nú verið meiri ástæða til þess heldur en akkúrat með þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar að opna landið. Það vantar svolítið tölur í umræðuna. Það er ekki bara efnahagslega að þetta er ákvörðun bara líf og dauð. Það vantar líka svona bara stærðir inn í umræðuna eins og þegar starfsfólk í Landspítalanum segir að það kannski alltaf lagi að mælist ykkur jákvætt smittar og Keflavíkurflugvelli en ef ykkur veikist og lagður inn á Landspítalann þá fer Landspítalinn við það yfir á neyðarstig. Neyðarstíði þýðir það að starfsfólki klæði sig allt öðruvísi, það kemst enginn í frí, það fleiri vaktir og þegar maður hlusta á þetta þá fór maður að reyna að hugsa hvað kostar bara þetta eitt skref getur kostað gríðarlega fjármuni. Af þessum 2 eða 3 sem ennþá eru merktir sem jákvæðir með COVID, ennþá sýktir, held ég sé 800 manns sem eru sóttkví. Hvað kostar það? Hver borgar það? Er þetta fólk að vinna? Þannig að þetta er bara stóra upphæðir sem að hafa bara einfaldlega ekki verið kortlagðar. Já, við tölum það einhvern veginn eins og þætti að það hafi skort á það í allri kynningu stjórnvaldar á því að okkur væri kynnt hver staðan er, hverjir eru kostirnir og talað svona við okkur þannig við gætum skilið reikningsdæmið. Kannski eitt í þessu dæmi sem er kannski gaman að hafa í huga. Minnir að það hafi verið upp á 1960 eða 1950 í Bandaríkjunum þegar var verið að ræða það hvort það ætti að banna blý í málningu. Og blý er náttúrulega eitur, sérstaklega fyrir börn sem eru á þroskastigi og það endaði með því að það var hagfræðingur sem gerði greininguna á því fyrst hver væri efnahagslegi batinn á því að banna þetta og hann kom með einhverja óbóðslega tölu sem var mjög jákvæð og hann benti meðal annars á það að náttúrulega augljóslega myndi kostnaðurinn lenda á þeim sem væri að framleiða blýið
framleiða blýið og framleiða málninguna, þannig að þeir þurftu þá að fara í einhverja vöruþróun og slíkt. En samfélagið í heild myndi hafa mikinn ábata af þessu og augljóslega hafa þrýstuhóparnir sem voru framleiðendur á málningu, þeir reyndu að koma í veg fyrir þetta. En þetta er dæmi það að þarna getur verið skynsamlegt að greina eins og Guðrún að tala kosti og galla því frá efnahagslegu sjónarmiði að vera með einhvers konar viðbrögð og við hverju sem Og þetta eru endalaust dæmi svona, ég meina freon þegar það var uppgötvast hættulegt ósonlagi var eyðast, þá sjóðu allir ísskápaframleiðendur og þetta er ekki hægt, viljið þið lifa án ísskápa, svo bara þegar reglugerðin er sett, þá er hægt að finna aðra lausn og breyta. Það eru endalaust dæmi svona. Dísil skandallinn bara. Og það sama, náttúrulega augljósasta dæmi í dag útblástur koltvíoxíðs. Við getum þessu ef við viljum og það er alveg ótakmörkuð auðlind af hugmyndum og hugmyndaauðgi en það þarf að koma þeim hugmyndum að og það þarf að leyfa sér að hugsa breytingar á kerfunum í staðinn fyrir að vera alltaf inn í einhverjum gamaldags kerfum og hagsmuna þrengingum sem að gera breytingar allt og erfiðar á yfirborðinu en það er ekkert mál að gera það ef að viljinn fyrir hendi. Já, við skulum láta þetta vera lokapunktinn, komuna í kvöld. Kannski þyrftu einhver að setjast niður einhvers staðar og reikna út hvaða kostnaðin við það eða ávinningin af því að fá túrista hér í sumar og svo kostnaðin sem að gæti að því hlotist í samanburði við það að gera það ekki og reiknað út svona hvaða valkosti við stöndum frammi fyrir. Eins og kom óvart hérna fram að þá fær þetta þjóðhagsráð sem hér situr ekkert borgað og getur ekki tekið að sér. Það er kannski höfnum við til söfnunar til þess að komast þessu. En það er náttúrulega ekki hægt að halda uppi umræðu í samfélaginu nema þessi gengið út frá einhverjum svona raunverulegum staðreyndum frekar heldur en bara þrýstingi hinna frekustu hagsmunahópa. En ég þakka ykkur kærlega fyrir í kvöld, Guðrún Johnsen, Ólafur Margeirsson og Ásgeir Brynjar Torfason. Við sjáumst vonandi aftur í næstu viku eða þarnæstu. Hlustendur þakka ég fyrir að fylgja okkur hérna í kvöld og óska ykkur gleðilegrar helgi og góðrar helgi. Hérna á sunnudaginn verður Ögmundur Jónasson með þátt sinn Bótan heim og ég hvet ykkur til þess að fylgjast með honum. Hann er klukkan 12 á sunnudaginn. Annars bara þakka ég fyrir mig. Takk.